Velkomin. Þú ert að horfa á þetta vídeo af því að þú vilt reyna við óhefðbundið stærðfræðiverkefni og áður en ég kem að verkefninu sjálfu þá ætla ég að fara í gegnum smá formúla sem útskýrir hvernig þetta virkar. En þið eru vonandi sammála mér þegar ég segi að það getur verið mjög gaman að klippa út ýmis form og hér er dæmi rétthyrningu og ferning. En svo eru fleiri form til en ég ætla að sýna ykkur eitt myndband af YouTube. Það er auðveldur að útskýra þar hvað ég ætla að gera. Við skulum vinda okkur í það. Hér sjáum við til dæmis blað það sem búið er að teikna ferning inn á. Og ef ég ætla að klippa þennan ferning út á einfaldan hátt, þá myndi ég reyna að stinga skærunum inn í eitthvað hornið og klippa síðan hérna einu sinni, tvisvar, þrisvar, fjórum sinnum og þannig fá út ferning. En ef við horfum á myndbandið og sjáum hvað máli snýst, þá erum við að reyna að fækka klippunum. Í staðinn fyrir að klippa 4 sinnum, ætlum við aðtöku hvort við getum klippt sjaldnar en samt fengið út ferning. Og við sjáum hver galdurinn er hérna. Við brjótum blaðið saman, klippum eftir útlínunum núna og þá sjáum við að þetta eru bara 3 klipp sem gera engu að síður ferning. Og af því að við viljum ganga að skrifa lengra, þá er næsta spurning, getum við brotið blaðið saman þannig að við fáum ferning með því að klippa bara 2 svar. Og hér sjáum við hvernig það virkar. Það þurfum að brjóta blaðið saman 2 sinnum og með því að klippa eftir línunum sem að nú eru á myndskjánum. Og þá sjáum við 1, 2 klipp og þau gera það að verkum að við erum komið með ferning líka. En af því að við höfum áhuga á stærðfræðinni, þá viljum við reyna að hámarka þetta eins mikið og hægt er. Eða sem sagt lágmarka fjölda klippa og þá er spurning, getum við gert þetta með einu klippi? Og hér sjáum við hvernig hún ber sig að við það. Þetta vorum við komin með áðan. Með að brjóta núna horn í horn, og þá fæst út ferningur með einu svona klippi. Sjá að það von bráðar gerast í nánast beinni útsetningu. Ég veit að þetta er aldrei högt á vídeónu en þið getið líka prófað að googla þetta sjálf og skoða betur. En núna skiljið ég vantarlega hvað það er sem við erum að fara. Þá erum við komin aftur hérna að glærunum og spurning hvernig tengist þetta stærðfræði. Og kannski einfalt að teikna eða klippa út svona ferning. En stærðfræðin á bakvið og það sem þið ætlaði að glíma við núna er hérna önnur form. Stundum hafa stærðfræðingar gaman af furðulegum hlutum og einhverjum hefur tekist að leggja vinnu í það að sanna að hægt er að, eins og stendur hérna bláa textanum, klippa út öll form sem eru búin til með eingöngu beinum línum. Það er hægt að klippa þið út með einu klippi eins og við gerðum með ferningin á myndbandinu. Og hér sjáum við dæmi nokkur slík. Öll þessi form eiga það sameiginlegt að það eru eingöngu beinar línur. Það er engar svona bogadregnar línur í það. Beinlína, 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 beinlína og svo framvegis. Það átti ykkur á þessu. Þannig að öll þessi form og fleiri til á að vera hægt að klippa út ef maður brýtur pappír eða blað rétt saman og klippir 1 klipp. Svona getur stærðfræðin verið skemmtileg og þá er spurning, er einhver tilgangur með þessu? Og ég ætla að segja ykkur eina stuttasögu sem að kannski er legasaga, en hún segir að þessi unga stúlka hér sem heitir Betsy Ross, hún hafi verið beðin að sauma og hanna bandaríska fánann á sínum tíma þegar verið var að lýsa yfir sjálfstæði Bandaríkjunum. Og þá hafi hún verið beðin að klippa út svona stjörnur eða sauma stjörnur á fánann. Og af því að hún gat klippt út stjörnuformið svona með einu klippi, hún braut saman efnið og klippti með einu klippi, að þá sáu þeir sem að voru að fara fram á við hana, hún myndi fjöldaframleiða svona fána. Og hún gæti sennilega gert þetta með litlum kostnaði og verið snögg að. Og það snýst oft það þegar maður er að fjöldaframleiða hluti. Fyrsta lagi vill maður kannski spara sér vinnuna. Maður er miklu fljótari að klippa 1 klipp heldur en 7 eða 8 eða fleiri. Og svo getur það líka verið kostnaðarsamt ef maður er til dæmis að hanna einhverja vél sem að sker út form. Þá vill maður reyna að hámarka afköstin
með því að láta vélina gera eins lítið og hægt en samt fá eins mikið og hægt út úr henni. Þannig að þá má segja að svona leikir eins og þessi, að reyna að klippa út einhver form, að þeir geta skilað einhver inn í raunverulega heiminn. Ég ætla að sýna ykkur hvernig það er að klippa út svona stjörnu, en síðan ætla ég ekki að sýna ykkur fleiri form, en leyfa ykkur að glíma við það og horfum aðeins hérna á stjörnuklippið og síðan útskýri ég verkefni sjálft. Ég ætla að renna í gegnum þetta myndband og það kannski högg þér dálítið og spilast hratt. En ef þið farið inn á YouTube sjálf og prófið að skrifa til dæmis hérna cut star in one cut, þá ætti það að fá upp nokkur myndbönd sem sýna þetta. En ég er aðlega að sýna ykkur þetta til þess að þið sjáu fram á að þetta er hægt. Þetta er ekki bara með ferninga sem þetta virkar. Þannig að þegar ég er búinn að rausa hérna við ykkur, þá get ég prófað að gera þetta form sjálf. Klippað út. Þetta er skemmtilegt svona partytrikk að kunna. Eitt klipp og sjáum hvað hann er komið með. Jú, hókus og pókus, það er komin frábær stjarna. Og þá var loksins komin að því að þið sjáðu verkefni sem ég ætla að leggja fyrir ykkur. Og það er þetta hér. Reyna að klippa út eins mörg form og þið mögulega getið. Það er enginn sem segir að þetta sé einfalt og þið fattið það strax, þannig að þið getið ekki þurft að glíma við þetta. Það er ágætt kannski að byrja bara á einföldum formum fyrst, áður en þið farið að færa ykkur yfir eitthvað sem væri ennþá flóknara. Þið megið googla og reyna að finna einhverja leiðbeiningar á netinu. En í hvert sinn sem ykkur tekst að klippa út eitthvað form með einu klippi, þá þurfum við að útskýra það með því að taka til dæmis upp stutt myndskeið á síman ykkar eða iPad sem þið fá að lána í skólanum og setja saman í myndband eða senda mér myndskeiðið í tölvupósti. Þannig ég geti skoðað og séð hvernig þið gerir þetta og hvort þið hafið getað þetta. Þannig að prófa ykkur áfram. Við skoðum formin aftur sem voru hér. Þið geti reynt við þetta hérna form, þið geti farið eitthvað flóknar eins og þetta hérna. Ég er búinn að sýna ykkur hvernig þið klippa út stjörnu og ferning. Þeir sem vilja fara ennþá lengra, þá er hægt að klippa út allt stafrófið. Ef þið lítið á stafana með svona, hvað maður segja, sléttum endum eða sléttum brúnum, ætla ég að segja. Og jafnvel færi ykkur yfir hljómsveitarnafnið AC/DC. Sá sem getur þetta, hann tryggir sér 10 í stærðfræði í vor. En hér er semst verkefnið, hafið gaman af, glímið við þetta og sendið mér afraksturinn ef ykkur tekst eitthvað. Gangi ykkur vel.